Ja, Sverrir, þetta að bresta á og það brestur á með látum. Þið byrjuð út í DHL. Fólk hefur nú ekkert verið að fara neina sigurförum DHL höllin á tímabilinu. Grindavík fært það? Já, við teljum okkur vera það og ætlum okkur það. Við erum bara að fá staðsta prófið bara strax í fyrstu umferð og þetta er liðið sem þarf að fara í gegnum fyrir þá sem ætla sér að komast ná í hann stóra og við fáum það í fyrstu umferð og við erum bara brattir. Við gerum okkur alveg grein fyrir því samt að þeir eru fyrirfram, eða væri verið að veðja á leikina þá væri þeir klárlega með yfirburði þar og við þurfum náttúrulega að hitta á hörkuleiki og það er bara sem að við ætlum okkur að láta gerast. Staðan á Grindavíkurhópnum, við veit að fólk sérstaklega örugglega í Grindavík, það er einhvern veginn að krossa fingur að X-faktorinn, Lalli verður nú mættur með eitthvað lætið þarna. Er hann fær það? Að svona að leggja einhver áður séð lóðan vogarskálanna? Já, Lalli lítur bara mjög vel út og er búinn að vera að koma bara svona hægt inn í þetta og er í góðu líkamlegu formi og leikaæfingin er svona dett í gírinn hjá honum og hann getur klárlega hjálpað okkur en það er verra að bróðir hans Ólafur, hann með lúnabólgu og hann verður örugglega ekki með, allavega ekki fyrsta og ég veit ekki með annan leik og við vitum að lítið með hann og náttúrulega með svona þá ef hann fer að snemma af stað þá náttúrulega getur hann verið bara dottinn út úr þessu alveg og þannig en það er vonandi að Lalli komi með vegi upp það sem bróðir hans myndi vera að gera á meðan hann er ekki með okkur. En öllu jöfnu ágæti stað á hópnum þá fyrir utan Ólaf? Já, við erum bara raun og veru, við erum bara skrautlu vetur í meðslum og örugglega eitt svo skrautlegast í sögu Grindavíkur en nú eru bara allir heilir og líta bara svona nokkuð vel út hjá okkur og svo er það bara þessi veikindi á Óla sem eru eina sem er ángra okkur núna og ég vonast bara eftir að hann verið komin inn sem fyrst en það er voðalega erfitt að segja, maður þekkir þetta ekki, ef menn fara að snemma stað í þessu þá eru þau jafnvel bara frá í mjög langa tíma, þannig að það kemur bara í ljós. Kemur í ljós, segir Sverrir, fjörið hefst á 50 daginn, gangi ykkur vel og góða skemmtun. Takk fyrir.